Komiði sæl og velkomin í Gulli byggir hlaðvarpið því ég stattur hérna í podcaststöðinni í Kópavoginum í Nóa Sirius stúdíónu. Bíkó hefur í gegnum áratugina þjónað fólki og fyrirtækjum í framkvæmdum og þar vinnur þrautþjálfað starfsfólk með áratuga reynslu. Nýja uppstillingin í verslununum þeirra vægast sagt stórglæsileg. Frá því að ég var að vinna við uppbyggingu Smáralindar þá hef ég klæðst Snickers vinnufötum. Þau eru endingagóð, þægileg og svo svín lúkkamaður í þeim líka þar sem að hönnuðir Snickers fylgja nýjustu tísku. Þú færð Snickers vinnufötin hjá Haga, Stórhöfða 37 og á hagi.is. Málning hefur í áratugi þróað málningu til nota innan og utan hús. Allir palla og skjólveggja smiðir þekkja kjörvaran sem frábært efni á pallin og veggina. Kjörvara hægt að fá í fjölmörgum litum hjá málningu. Íspann Glerborg hefur verið fjölskyldufyrirtæki í yfir 50 ár. Fyrir utan það að framleiða einangrunargler í hæstu gæðum, þá býður Íspann upp á allskyns glerlausnir þegar að kemur að heimilum og fyrirtækjum. Starfsfólkið með áratuga reynslu og það tekur vel á móti þér á Smiðjuvegi 7. Síðast en ekki síst, Landsbankinn. Hann býður upp á lánamöguleika þegar kemur að framkvæmdum. Og ef þú átt ekki alveg fyrir framkvæmdunum akkurat núna, þá getur verið gott að tala við lánasérfræðing hjá Landsbankanum. Gestur minn að þessu sinni heitir Jón Axel Ólafsson. Hann hefur starfað sem framkvæmdastjóri og fjölmiðlamaður í áratugi. En fyrir nokkrum árum byrjaði hann fyrir algjöra tilviljun að smíða útihúsgögn undir nafninu Jax Handverk. Fá smá sörfin vekka svona. Herra Jón, velkomin í þáttin ættfræði, smiða, nei, grín. Sko, mér langar að því að hérna, já, færði nú síman frá. Já, ég að því. Já, ok. Er þetta svona í podcastinu, alltaf aðeinslega lús? Já, þetta svona. Félagar spjalla. Hérna, sko, ef ég man þetta rétt, Axel afiðinn, hann var módelsmiður. Var það hann? Já, Axel afi var módelsmiður. Já. Hann smíðaði, hann var með þessa litlu fínu hluti, sko. Og hann bjó til módel af hérna, merkum byggingum í borginni. Og hérna var að vinna fyrir borgina og þeirra var ákveðið að fara í einhver byggingar eins og þetta með Hallgrímskirkju og eitthvað svona þá háskólan, þá bjó hann til eftir teikningum og tillögum arkitekta sem voru nú Guðjón Samúelsson í flestum tilfellum þá bjó hann til módel af mismunandi útgáfum arkitektana og gerði það úr timbri eða svona litlum viðarkuppum. Já, þannig að þeir sem réðu í borginni þá, þeir gátu horft á þetta og hugsa þetta fallegast eða lagt þetta fyrir dómnefnd. Já. Og eins og gert í dag, nema bara þetta gert í tölvum í dag. Já, einmitt. Og sko, hann í minningu var hann svona, hann var eiginlega meiri listamaður. Hann var miklu meiri listamaður, já, hann var svona alls konar að pæla og gerði módel af öllum fjandanum, sko. Hann bjóð til Íslandskortin hérna sem þú séð út allt uppleiftu Íslandskortin, hann bjóð til mótin af þeim. Já, plastkortin. Plastkortin, sko, til dæmis. Og svo gerða mótilið ekki sem var í... Já, hann einn af 6 sem var ábyrgur fyrir þessu mótilinir í Ráðhúsi. Ráðhúsinu, já. Íslandskortið þar. Já. Þannig að hann var í þessum. Svo gerði hann líka stift Íslandskort, risastór, sem voru fyrir fram að Gimli á Torfunni. Hérna niður í Bernhardstorfu þar var eitt og svo var eitt hjá háskólanum það er reyndar komið á Djúpavog og en þannig að hann búinn að vera að gera alls konar svona gerði alls konar svona hluti meira listtengt En vann hann aldrei þá, þú veist, var hann aldrei að smíða húsgögn? Nei, hann var ekkert í því Hann var ekkert svoleiðis? Ekki að smíða hús? Nei, hann var húsasmiður, hann smíðaði húsið sitt á Langholtsveginum Já En ég held að hann hafi ekki smíðað fleiri hús. Sko, það kemur svolítið óvart að þú hafir ekki farið í smíðina því að Axel afiðinn, smiður svo náttúrulega uppeldis afiðinn Jón Hannesson, húsasmiðarmeistari pappiðinn, smiður Langafi og Lalli frendi eða þannig skáfrendi, mamma í smiður amma var smiður Nei, sko, talandi móðina hún var nú, listræn hún var málaði og hún föndraði og hérna
Ég hef alltaf haft gaman að ykkur svona listsköpun sko, að skapa eitthvað, að gera eitthvað og svona, og mér langar ekkert að dvelja lengi við hlutina sko. Þú veist, þannig að það svona kannski bara Það ekki þolinmæði það? Nei, ekki þolinmæði það sko. Þannig ég gæti til dæmis aldrei séð fyrir mér að ég yrði smiður alla mína ævi sko. Nei. Þannig að það var ekki svo leys. Af því þetta ekki einhæft sko, þetta mjög fjölhæft starf. Já, bara þú veist þetta ég bara nefndi þess ekki. Nei. Skilur að berjast úti með hamar og sundu skilur í hvaða skýta veðri sem var. Það var ekki ég. Nei, ok. En sko þetta alltaf í kringu þig. Var ekkert verið að reyna að ýta þér út í það að fara að læra smíði? Nei, þú náttúrulega tókst spottið sko. Já, ég gerði það. Þannig að það var Lærði mér þess að hjá aðeðinum. Jú, mikil ósköp. Þannig að það var ekki laust pláss fyrir mig. Nei, það var ekkert verið að pressa þig. Nei, en ég sé eftir að hafa ekki lært þetta. Já, þetta er að læra smíði er sko eins og lögfræði. Þetta er mjög flott grunnnám undir svo margt. Og ég hef alveg getað svona sko séð mig alveg getað bara lært þetta en ekkert endilega unni við það. Hefðirðu þá valið frekar húsgagnasmíði? Nei, ég hefði valið sennilega að fara í arkitektúr. Já. Það sem ég hefði getað skapað. Ok. En svo var bara miklu meira stuð að vera bara í klúbnum skilur og Hollywood og Adam, þannig að maður var ekkert að fara mikið í skólan. Nei, svo kom nú áhugin seinna. Það er nú kannski efni annað þetta. Já. En síðan sko, þú hefur samt sko verið þú veist duglegur við að smíða og smíðaði sumarbústaðinn eða þú veist sko, eftir því sem að efnið er grófara sem ég er að smíða úr því betri er ég. Það er raun og veru þannig. Skilur, ef að efnið er gróft og þá sjást sko mistökin ekki eins vel. Þau eiga kannski bara að vera. Já, þú veist aldrei sko, Nei. og þannig að ég er góður í því sko. Þannig að því fínni sem viðurinn er því meira læti aðra gera það. Þannig að þú hefur ekki passað inn í húsgagnasmíði? Nei. Spónleggja og millimetrar og alveg brotum millimetrar. Þetta bara gerist ekki og nóg hratt. Nei, það er að bíða lengi. Já. Þannig að þú veist, skilur hvað ég Já. En ég meina, þú veist, verkvitið þetta staðar og hefur alltaf verið. Nei, það sem að ég kannski er svo heppinn að hafa unnið með öllum öfunum, skilur og allt þetta. Já, og lollunum. Og lollunum og svona. Það sem að ég lærði þessu, það er nú voru kannski aðalatrið. Hvað er gott og hvað er slæmt og hvað er faglega gert og hvað er fúsk. Og sko, ég á mjög auðvelt með að sjá þegar hlutin eru velgerðir og þegar eru illa gerðir. Og ég, afi minn sem að kendi mig hvað mest að þessu, hann gerði ofsalega háar kröfur það að hlutinir væru gerði vel, hann eyddi miklum tími í það, hann þoldi ekki fúsk og svona, þannig að það var alveg bara að fá beint inn í blóðkerfið að alast upp með honum og sjá bara, þú veist, ég þoli ekki þegar veggir eru skakkir eða brúnir eru ekki, standast ekki á þannig að þú veist, ég næ þessu en ég er náttúrulega ekki smiður. Nei, þú vilt meina ekki. Nei, ég er það ekki. Af því ég hef unnið með þér og þú ert það. Þú hefur lært margt af mér. Já, mjög svo. Og nei, af því þú veist, það er nákvæmlega þetta. En er það ekki bara akkurat galdurinn? Að vita hvernig þú átt að gera hlutin og hvernig ekki? Ég er ekkit endilega viss það, sko. Þú veist, þú getur haft skoðun á því, sko, ég vil hafa þetta svona, en ég kann kannski ekki að gera það þannig. Nei, ég skil. Og til að mynda, sko, ég er að vinna í dag með mönnum sem eru gríðarlega, ég er svo heppinn að vera að vinna með mönnum sem eru gríðarlega góðir og strákarnir á vestæðinu hjá mér niður frá, niður í Súðavogi, Hallgrímur til dæmis, hann er meistari í húsgagnasmíði. Já, ok. Og þú veist, það er bara algjör snild, sko, að detta svoleiðis, hann er bara nýr afi minn. Já, ok. Þannig að hann kann trikkin sem að gömlu kallarnir gerðu með snúna, handriðslista og allt þetta, skilur, sem enginn kann í dag, hann kann þetta allt saman og ef ég lendi í einhverju vesinni þá
fer ég til hans og svo hann alltaf að koma og þú veist, segja, nei, þú átt nú ekki að gera þetta svona það er einhvern veginn einsegin og ég meina, þú veist, mér finnst það bara geggjað, sko. Kennið þið trikkin í bókinni? Já, ég meina, þú veist, hann hefur hort, eins og hann saði við mig helgina, ég hef séð þig vinna þessna, vil ég vera hérna áfram það þýtti, sko, ég skal gera þetta fyrir þig. Já, einmitt. Þetta er góð hugmynd hjá þér? Þetta er góð hugmynd, sko. Já. Nei, þetta snýstu það að bera virðingu fyrir því sem vel er gert. Okay. Og vinna samkvæmt því og vera ekki í fúskinu, sko. Fúski kemur alltaf í hausinn þér. En svo það þessi, sko, fjölmiðlamaðurinn Jón Axel, framkvæmdastjóri og ég veit ekki hvað og hvað. Þú ert svolítið svona jack of all trades, sko. Og sem fer í það að byrja að smíða bekki og borð. Úr grófu efni. Úr grófu efni. Já, mjög stóru grófu efni, þannig að mistökin sást ekki. Já, býtu, hvernig kom það? Já, borð sem fjúka ekki. Já, sko, málið var það að við María, kona mín, við erum náttúrulega búin að eiga fullt af svona úti húsgögnum sem voru alltaf enduð í garðinum hjá nágrannum í Þarnastahúsi eða eitthvað svona, eða einhverju var stólið að pallin hjá hann. Þannig að hún saði við mig einn daginn, herðu, fara nú að keypta efni og smíðað bara fyrir okkur eitthvað borð og stóla eða bekki sem að geta bara verið hérna forever. Og ég gerði það og ég fór og smíðaði borð og setti bara saman borðin sem mér langaði að nota það. Og sem sagt, grunnstefi var að það þyrfti eins lítið viðhald eins og hægt og það væri nægilega þungt til þess að hreyfast ekki sem sagt, í vondum veðrum, gæti verið úti og enginn nefnt að stela því. Og úrð varð til borð sem er okkar vinsælasta borð sem heitir Þorparinn og ástæðan fyrir því að það heitir Þorparinn er vegna þess að það var skýrt í höfuð á Sagt, það var sett út í þorp það var ekki að því að þetta væri æðislega vondur nei, ég skil og síðan hefur það borð þróast bara áfram og hefur verið búið til úr lerki og eik og alls konar svona öðrum viðategundum öllum stærðum og þannig byrjaði þetta. Og þannig að þér þá dætti þegar þetta var komið þess að þetta er nú svolítið góð hugmynd. Þetta er kannski bara að prófa að auglýsa þetta. Nei. Þá byrjaði sko e-mail að koma frá vinum og kunningjum öllum nema þér. Já, að því þú tókst myndir að því. Já, þetta getur ekki gert svona fyrir mig. Já, einmitt. Allir nema þú. Já, einmitt. Og þannig eiginlega var það til sko. Ok. Svo bara einhvern veginn fékk ég aðstöðu þarna á Vestæðinu í Súðavík hjá Afa og ég fór bara svona, þú veist, helgar og eitthvað var bara að dunda mér eitthvað svona og svo var þetta bara orðið þannig að fólk vildi bara kaupa þetta og þannig að úr því varð þetta Jaks handverk. En sko ef við bara höldum okkur aðeins við það bara breyttist ekki sko samsetningin á því eitthvað vinnuaðferð Jú, samsetningin breyttist þú veist, félagsgrúðnar þú veist, innfellingar þú veist, alls konar svona smá dítelar svo hefur maður verið að sjá náttúrulega sko, það sem er náttúrulega kannski mesta viðkenningin er að maður er að sjá kópíur af þessu Já, það eru nokkur sem hafa verið að kópera þetta sko og selja ódýrara og svona og það er náttúrulega eiginlega besta viðkenningin á því að þú ert að gera eitthvað rétt Akkurat En það er náttúrulega, það er eins og Louis Vuitton kópíunar sko, það er svona dettur af því handfangið sko. Já, það vantar svolítið touch í því sko. Já, það vantar kannski gróleikan eða kannski. Já, það er náttúrulega ákveðin trikk í þessu sem að við erum með, sem gera það verkum að borðin eru taka lengri tími í samsetningu og þú veist, og er skilað á ákveðin hátt sko, sem að kópíunar eru ekki gera. Já, en svo er það annað, sko, efnin hafa nú verið að hækka allir þessilega. Þú nefndi lerki á þann. Og eik? Lerki og eik, sko, það er náttúrulega, þú veist, ég man ekki hvernig þetta skiptir, sko. Lerkiborð, sko, kostar 400 skall meðan eikaborð kostar 1200 skall, skilur. Þú veist, eikin er bara svo ofboðslega dýr. En það áttu náttúrulega bara það sem er eftir ævinar, skilur. Það er bara eitthvað sem að verður alltaf til. Já, en þú skilar því, sko, það er ekki búið að bera það. Ég skila eikinu þannig að það er búið olíu á hana. En flest borð sem að við skilum frá okkur eru bara ómáluð. En með plasttöppum myndir eða ekki? Alveg, það er klart. Man ekki alveg hver áttu hugmyndir. Nei. En svo hafa komið fleiri borð og þau hafa kannski
komið vegna þess að maður hefur kannski verið eitthvað staðar eins og hérna Mandala sem ítalskt hérna twist sko Já. sem svona waterfall borð þar til dæmis sérðu enga stífur á borðinu það er ofsalega plain, það er bara upp flatt niður og lekur niður Já. Það er lánaðar hugmyndir svona stundum Já, það er náttúrulega svo sem ekkert nýtt undir sólinni en þar varð ég fyrir áhrifum af hérna, ég var í hérna hóteli á Ítalíu og þar sá ég bekk sem var svona úr fléttuðu efni og hérna þá datt mér í hug að búa til svona borð sem væri með svona fléttuðu líka svo er komið borð líka sem heitir Vignir sem er skýrt í höfuð á hérna litla stöfnum sem ég fekk í jólagjöf í fyrra Já. og það er svona vafflagað síðan erum við komið Guðfæðurinn sem er borð sem er sko 22 manna borð það er alltaf 5 metrar Já, okay. Þannig að við höfum verið að fara svona svolítið öðruvísi leiðir hvað varðar að við erum bara með dýrarvörur en þú áttar forever og það eru öðruvísi Þannig að sko 12 manna borð finnur ekki held í rúmfattalaðum sko Nei, þú gerir það ekki sko Nei, það þarf að setja saman okkur og sækja þessu ef við til nákvæmlega Já, ég meina ekkert alltaf en sko það er bara, þú veist, þetta er bara allt öðruvísi, allt öðru kaliberi Já, þú ert ekki búin að fá einn borð í hausinn Nei, ég fengið eitt borð sem að hérna rann út af palli það er eina sem ég hef fengið okay. en ég hef ekki Hvað fjörður svona mikið í garðinum? Nei, það bara myndaðist sko, eitthvað svona klaki Já, og svo fauk það Já, fauk það þannig en hérna og ég lagaði það bara, en ég hef ekki fengið neina kvartanir yfir það að neitt borð hafi fokið, eins og eitt sagði við mig eitthvað staðar eftir vond veðrið, hann sagði sko þakið á húsinu hefði farið áður en að lerki skrimslið hefði ekki hrefst þannig að það var ágætt Í svona stórt borð, er þetta ekki þú? Jú, ég meina 3 metra lerkiborð eru svona 200 kíló Já. Þannig að það er alveg En þetta 5 metra? Það eru 400 Úr lerki? Það er úr Organ Pine 55 mm þykku Organ Pine og síðan er það úr stálfótum Búin að kaupa þér svona gaffaliftara? Nei, þau eru sett saman bara Þau eru sett saman á staðinum? Já okay. Þannig að það er í raun og veru bara svona öðruvísi En síðan er eitt sko sem að hérna margir falla fyrir svona þegar þeir byrja á svona alls konar trésmíði og alls konar smíði og það eru græjurnar Já, við skulum ekkert fara neitt rosalega mikið í það Akkur ekki Af því að það er rosalega gaman að kaupa græjur Ég vilt ekki að Nei, Marja heyri það Nei, sko, málið er náttúrulega bara í kringum þetta allt saman Nú er ég búin að vera með þetta í nokkur ár, 7-8 ár Þú byrjar á þessu COVID, ekki? Nei, byrjar á þessu 2017 Þú byrjar eins og þá, já, ok Fyrsta borðið smíðað 2017 Já. Og hérna sko ég hef aldrei grætt á þessu Ég hef aldrei grætt á þessu Hvað meinur þið? Sko, það er sem að hérna, gerist þegar þú ert að vinna af svona hugsjón eins og þetta það verður einhvern veginn sko, í svona litlu samfélagi fyrir svona vöru það eru bara fáir til þess að láta það ganga þú sér það sko að hérna, ég þarf að vera er með hérna, starfsemi bara frá apríl fram í júni, bara 3 mánuði og þá er það þannig að hérna, flestir eru ekki að panta í janúar eins og það ættu kannski ekki að gera og þá koma allir inn á sama tíma og það er raun og veru ekkert að halda neitt starfsemi gangandi sem er bara í 3 mánuði ári Nei, hefur þú þurft að vísa fólki frá? Já, ég þarf að gera það Já, ég meina, ég get ekki framleitt allt sem að ég beði um að gera En ef þú fengi pöntun í janúar, myndir þú geta bara Já, þá er það ekkert Þá er það ekkert mál Nei. En það er bara það sko, vörurnar þyrftu að kosta meira og það er þyrftu að hérna vera fleiri til þess að þetta geti gengið vel einmitt. En hins vegar er gaman að skapa þetta og skapa eitthvað öðruvísi þú veist, eins og það er enginn með 22 manna borð Nei. og það er þessna sem er kannski þú veist ég sel kannski 6-10 borð á sumri Já, svoleiðis borð En ég menna, en ef þú segir það er ekki út ekki að græða á þessu en er það þá að þú tekur 3 mánuði innkoman og dreifir inn ári Nei, ég ger sko kostnaður við að halda úti svona starfsemi, það þarf að kaupa græjur skilur Akkurat Það þarf að kaupa græjur Ég veit allt um það og ef þú kaupir græjur þá þarfst að geta að nota græjina þú veist,
12 mánuð á ári. Já, en ef þú bara notar hana já. bara í 3 mánuði, þá náttúrulega ert ekki að fá út úr henni það sem að hún kostar. Veðrið þyrfti að vera aðeins betra hérna. Það var eins og í fyrra til dæmis að það var svona versta sumarið. Þú veist, það bara rigndi til lok júní og það náttúrulega var enginn að bera á pallana, það var enginn út í garði. Nei. Og þess vegna náttúrulega sko var bara minni sala, það var minni sala hjá Bíkó og húsasmiðinni og það var minni sala í olíu og það var minni sala í húsgögnum. Og þá kemur allt þetta sko með kemur allt þetta með útsölurnar og svona, og þeir sem eiga mikinn lager, þeir fara út í útsölur. Ég aldrei með lager, þannig að ég smíða bara eftir pöntum. Já, einmitt, nákvæmlega. En sko hugmyndirnar, þú ert með þessa bekki og svo borð, svo varstu með svona strandstóla. Já. Þú prófaðir það? Já. Úr grænu efni, eða ekki? Nei. Þessar sem eru svona, þú eiginlega hálfliggur í þeim. Já. Við erum með stóla sem eru smíðar annarkvort úr lerki eða eik. Já. Og það eru svona stólar, annars vegar stólar sem þú vilt sitja við eldin í. Já. Og hins vegar stól sem þú vilt sofna í. Ok. Skilur, það alveg sikkur. En þeir eru ekki á eins grófu efni og það meiri vinna við þá. Já, ég meina þeir eru... Og þá hljóta þeir að vera dýr. Já. Að þetta allt handur. Þeir eru úr eik eða lerki. Já. Og þeir eru bara, það ekkert af þessu vestmiðu framleitt, þannig að það bara smíðað eftir pöntun. Og það ekkert að keppa við einhverja stóla sem kosta 35 skall, sko. Nei. Þannig en þá þarftu heldur ekkert að endurinn í þessu stóla eftir 20 ár. Kom þessi eftirspurn þér óvart? Já og nei, sko. Sko, mér fannst sko það sem við búum á Íslandi, við búum það sem allra veðra er von, við búum það sem er lítið pláss í húsum og þú vilt ekkert þurfa að vera að fara með allt dótið þitt alltaf inn. Það nóg eftirspurn eftir dótinu sem er inni. Já. Þú vilt geta geimt hjólið þitt og fötið þín og þú veist ferðadraslið og allt saman. En að fara með allt sko garðdótið inn líka, það er svolítið að bakka í berjafullan lækin. Náður þessu? Já, þessi klikkar aldrei. Svo sko sem að ég hef nú oft sagt og fólk svona í kringum mig talar um það að þú ert snillingur í að markaðsetja þetta. Ég nú ekki viss að það sé endilega rétt. Ég hef bara, þú veist, ég bara fer á stað og grautast aðeins í þessu sko. Heimir Karlsson vinur okkar sagði sko, það er aldrei friður fyrir Jóni á Facebook. Nei, það er alltaf eitthvað skemmtilegt að gera. Svo bætast við einhverja búblur og Arnar líka. Já, við erum búin að vera með þessi jakshandverk með búbluna. Já. Sem svona eldstæði, síðan erum við náttúrulega búin að byrjum við í fyrra með útieldhús sem eru sko, sem þola öll íslensk veður. Já, þannig að það er innflutt. Ég verðum annars vegar með búblan er frönsk. Já. Búbla. Light a fire. Búbla. Sem er hún er frönsk. Síðan erum við með dönsk útieldhús og ítölsk útieldhús og þau getur fengið annarkvort með án innbyggðu grilli eða eldavélum eða ískápum og tiltölulega stutt síðan byrjar að finna það. Einhver eftirspurn eftir því? Já, það var alveg tók við sér í fyrra alveg leið sko. Þannig að það er orðið mikil tíska í dag að vera með svona eitthvað svona aðstöð úti og það þarf að leysa það vel hins vegar og það er náttúrulega svona eldhús eru þurfa að vera þú veist, þau þurfa að vera sterk, þau þurfa að vera létt, það er að hjóla þeim þau þurfa að vera þétt og þau þurfa að vera örugg og þau þurfa að þola öll veður og borðið þarf að vera þannig að það sé auðvelt að þrífa það og svona og þau tikka í öll boxin þessi grill. Það er dýrt? Já, þetta kostar svona kannski frá 500 skalli, góðsleis. En það er alveg solid, þetta er allt svona rosalega solid vara, þessi dönsku og þessi ítölsku, allt úr riðfríu stáli
og svona, hvað grín ætlar að koma? Nei, ég ætla ekki að segja grína, jú, það var brandar ég hætti við hann að þetta er fjölskyldu þáttur. Já, við skilum nei, að því að þú segir skáparnir eru þéttir þannig að moldrykið við veturinn fer ekkert inn í þetta Nei, og það er náttúrulega sko, nei, ég geymi bara Mörsu pizzaofnin með snúningsplattan sem ég tryggi jafn á betri bögun inn í þarna og já, þú tekur hann af borðinu og setur hann bara inn í og loka og það er allt þétt og þannig að það er ekkert, þú veist, vesen með það. Samkeppnin í þessum geira er hún er einhverjir að flytja þetta inn eða? Ég bara veit það ekki. Nei. Ég veit það ekki. Nei. Ég meina, eina sem ég bara velta fyrir mér er bara að Jax handverk sé þekkt fyrir sterka og þungavöru sem fíkur ekki já, þú veist og menna, við erum náttúrulega að vinna líka með dönsku fyrirtæki sem heitir Mörsu sem er búið að vera starfandi síðan 1850 já. Sem er bæði með eldstæði og grill og pizzaofna og annað. Já, það eru eldstæðin og pizzaofnarnir sem voru í Succession þáttunum. Já. Þegar Jóhannes Haukur tók á móti New York genginu í Noregi, var ekki? Það var allt saman frá það var allt Mörsu. Já, það var reynda mjög flott. Mjög flott og síðan erum við líka að vinna með þessu fókusfyrirtæki sem var með The Boubluna franska. Já. Smíða þeir bara Boublou? Nei, þeir smíða og hafa gert yfir 50 ár eldstæði og arna. Já. Og við erum nýlega byrjað að selja arna frá þeim til þess að hafa úti og eins ethanól arna sem eru þannig að þú getur sett hann bara upp í þessu herbergi, það skiptir ekki máli sko, hvar þú þarft ekki neitt skorstein eða ekki. Nei. En eru þeir ekki með svona arna sem eru með Orðanessu? Með há Sástæðinu? Já, það er góð Kurtís Nei, sem eru bara, þú veist, fyrir við að kuppa Jú, þeir eru með það Já, inni meina ég Já, ok En ethanólið er náttúrulega þess að hafa inni Já Þannig að þú getur sett bara upp heima svona... Sko, er þetta eitthvað sem þú ætlar að taka lengra? Ertu bara svona í biðstöðu með þetta og sjá hver viðbröðum verða? Nei, nú erum við að opna sýningahöll Já og í Súðavogi 50 ætlum að opna núna fljótlega eftir páska. Já. Þar verðum við með svona flest það sem við erum með til sýnis. Páska 2024 bara þannig að það sé á hreinu. Það sé á hreinu. Og við ætlum að vera bara með svona sýningar þannig að ef þið langar til að koma að skoða þá bara kem ég að opna, við erum ekki vera með neina verslun en eitt við Nei. En þar verðum við með vörurnar okkar. Já. Þeir eru aftur að smíðinni. Hvað finnst þér skemmtilegast að smíða? Mér finnst skemmtilegast að smíða borðin annars vegar og síðan svona pallastús ég er rosalega gaman að því sko. Ok Pallurinn upp í Skorradal er nú ansi flottur hann er á nokkrum hæðum vöruval og öllum hæðum já, ég veit En það er hins vegar einn galli við þessa palla alltaf það þarf að halda þeim við og það er engin smá vinna sko. Og flestir gera þá reygin skissu að hafa pallana sína allt og stóra að þeir eru svo fallir þegar að vera að byggja þá og nýr og þetta er allt svo glæsilegt og svo nýtt og mikið svona svo bara verður þetta svo svakalega mikið vinna og svo kemur spurningin frá einhverjum í fjölskyldinni nefnum ekki nöfn, er þetta slípað þetta upp? Já, akkurat, þeir eru að búa að bera á þetta nokkur sinnum sem eru mistök náttúrulega pallar er þannig, þú ert að bara bera það á einu sinni 2 umferðir og ekkert aftur fyrir til 4 ár Nei, sko aðalmálið í flestum tilfellum er borið rangt efni á palla og efni eru blautt Já. Þannig að það er í raun og veru stórmálið Hefur þið klikkað á því? Já, ég klikkaði á svo öllu saman Og hvað gerur þú? Ég bara púsaði þá Með bara jöðara eða? Já, ég bara púsaði þá Þú finnst þér ekki svona parkettvél eins og sumi gera? Það var ekki fyrir nokkur mánuðum árið setna sko. Það er reynda mjög varasamt upp á nagla og skrúfur sko. Já, þú púsar þær bara líka Já, var það? Já Þú búin að prófa þetta? Ég er búin að prófa þetta saman. Ok. Og en þetta, þú veist, alltaf þegar að vera glöð á þetta, svo kemur eitthvað annar litur í tísku eitthvað og þetta verður einhvern veginn allt svona sorry. Þá þarf að fara með sýru á pallinn og reynsa gamla litin. Ég var reyndar í mestu stuði bara fyrir það að rífa bara og setja bara nýtt á hann. Sko. Það var eiginlega svolítið svoleiðis stemming sem ég var komin í. Já, þess vegna fór ég í flísapall. Já. 120 sem 120 flísar. En þú veist, helst myndi ég vilja taka eins og í sumarhúsinu taka allan
viðinn í burtu og setja flísar í staðinn já. vegna þess að viðurinn verður svo sleipur Já. ef hann blotnar en þú þarft alltaf að vera að bera á hann svona sveppadrepandi dót sko þess að drepa sveppin sem byrjar að mynda sem býr til þess að hálku Já. en hinn er alveg skotheldur sko Já. Nei, ég veit ekki, ég tók pallin heima hjá mér í fyrra sko, þá tók ég svona og pússaði hann sko. Já, þú hafði þolinmæði það Já, maður verður Var það því að María baðið það? Já, það er svolítið svolítið Þá verður maður bara að fara í þetta Já, ég mynd nákvæmlega Pallast þú sjá Já En hvað er svona framöndan? Já, það er náttúrulega bara núna, það sem við erum að taka upp núna er náttúrulega bara er vonum vor Ok, það er sending á leiðin til landsins en síminn byrjar að hringja Já, það er aðeins byrjar að hringja Páskar í næstu viku Já, þannig að það er að koma núna þetta lífið byrjar páskana í þessu og það er náttúrulega bara gaman Ég hef gaman að stússast í þessu Eitt sagði við mig sko að ef þú fær 4 sóladaga í röð öðru hvorum með páskana þá verður allt vitlaust. Þá verður allt crazy. Er það þannig það hjá er þér? þannig. Já. Þá byrjar ballið. Einmitt. En svo bara ef það er rigning og svona rigningatími og rigningavor og rigningasumar þá kemstu aldrei í stuð sko. Nei, og enginn fer út á pall þessa vitjans. Nei. Það var eins og í fyrra, það var eitthvað sem sagði mér að það hefði 80% sölumingun á palláolíu í fyrra. Og það var náttúrulega ekki nema von vegna þess að sko það stytti ekki upp fyrir byrjun júlí. Já. Og venjulega er þannig að ég er bara búin að afgreiða allt í lok júní ég var að vinna inn í júlí fyrra að afgreiða Þannig að pandan komum bara þá Já, komu færri en það komu seinna Já. Og það er í raun og veru sko og það er í raun og veru það sem að væri náttúrulega best maður geti fengið pandan að það sem fyrst Það er mitt Þá er þetta jafnar Þetta er eins og ég segi alltaf við fólk ef þú ætlar að smíða pall heima þér þá átt að byrja á honum sko fyrir páska eða bara leið og frost fyrir jörðu þá átt að byrja að moka holunar og þá er drullan út allt hún er það hvort þið er á sumri líka og síðan sko, þá er pallurinn tilbúinn þegar fjölskyldan fer út á pall eða þegar veðri verður þannig að þú getur farið út Ég hef alltaf haft það fyrir reglu þegar ég hef verið í svona vinnu að klára skítavinnun á haustin Já Þannig að sko þá byrjar á vorin alltaf það er bara búið með það og svo bara byrjar bara í þú veist, hérna uppi en þetta er bara ég sko. Af því að hún tekur nú ofta ekkert svo langan tíma bara svo leiðilegt ég veit það verður allt ógeðslegt og það er einhvern veginn svona það er rosalega þægilegt að geta bara byrja bara að leggja ofan og allt efnis hreint og fínt og það er ekki að smúla það neitt sko. En síminn hringir stöðugt ekki síminn minn er það ekki? Nei, þetta er einhver annar sími en allavega, nei það er verið að panta borð, það er verið óskæftir að fá borð frá mér Þetta er símið þinn sko En það skiptir svo sem einhver máli Við erum minna saman í róleitunum bara að spjalla sko. Við félagarnir Já En hvað er framöndan hjá þér? Það er bara óskup lítið skal ég segja þér Eða svona podcast, er þetta svolítið sniðut? Veit það ekki Þú ert sko gestur númer 2 Á maður að vera svona slagur og ræða bara saman Þetta er svona bara, þú veist Öddi blöð eitthvað og svona Nei, Jú, þegar þú menar eins og auðvitað já, ekki að ræðum auðvitað nei, maður svona þú veist, þetta er svona allt svolítið svona voðalega svona allir eitthvað voða easy eitthvað og svona já, sko, ef það er smíði inn í því, Jón þá getur við rætt það ég ætla að rifja upp að því að það kom fyrir hjálpa þér aðeins í sumarbústaðinum Jú, þakkaði fyrir það og það var afskaplega gaman vegna þess að þú svona eins og ég bara sagði hérna í byrjun þú ert með svona ákveðu auga fyrir hlutum og það kemur ekki óvart þegar þú segir þetta að þú hafi ætlað að vera arkitekt eða eftir áhyggja kannski, hefur átt að fara í arkitektun en það er ekki á seint Nei, reyndar ekki en hérna ég hef velt í fyrir mér en ég held bara að sko með við hvar maður er núna og held ég maður sé bara alveg á nákvæmlega hárréttum stað Já og þú getur byrjað að hanna ég get gert bara í raun og veru það sem mér langar bara til þess að gera og ég menna, þú veist, ég er í raun og veru að gera bara það núna erum við María bara að innrétta hérna sýningahöllin okkar og við stefnum bara á því að opna hana núna eftir páskana 2024 og við ætlum bara að dingla okkur bara í kringu það Já, áttu vöru til þess að hafa það inni, eða?
Já, ég er náttúrulega með svona, þú veist, þeir sem aðilar sem við erum að vinna með, til dæmis eins og þeir sem eru með úti eldhúsin og arnana og svona, þeir láta okkur hafa vöru til þess að hafa til þess að sína. Ok. Pizzaofnar og grill og eitthvað svona, það náttúrulega bara lager. Já, en Guðfaðirinn? Guðfaðirinn kemst ekki að inn. Hann kemst ekki inn. Nei, en þannig við búum til svona Míniútgáfa. Já, faðirinn. Það er bara Guð. Já, bara Guð. Það er bara svona stubbur svona. Þannig að þú veist, við verðum með svona sýnir svona af borðunum, hvernig þau líti út og svona, þannig að fólk getur gert sér svona í hugulund. Já. Og síðan myndir að þessu svona. Einhvern veginn hef ég á tilfinningunni að það mun ekki fara fram með okkur einasta manni þegar að þetta verður opnað. Það er alveg viðbúið, sko. En það áttur að skipta frontin, það er ennþá. Já, það er verið að fara í þannig. Já, ég hitti líka Magga trommaratn í gær. Já. Kíkt aðeins á það. Það er nú verið flott að hafa því í þessu líka, því þá hefði getið verið með hérna einn celeb trommara og síðan náttúrulega sko einn sjónvarpsmann. Já. Ég spilaði með Björk á trommur. Jú. Það er langt síðan. Já, ég spilaði á blokkflötunum. Já, það er rétt. Já, ég myndir það. Það var flottari mynd til að þér og Björk úr hljóðrita heldur en mér og henni. Já. Get ekki selta? Þú ert að segja henni brandara, hún er hlæjandi. Já, það er ekki fyrsta skipti. Nei. En sko, það er sérst, við erum að undirbúa þetta núna. Við erum að við eigum húsnæði þarna sem við bara tókum og breyttum. Ætlum bara að gera svona sýningahöll. Já. Svo er bara gaman að sjá hvert það fer. Er þetta svæðið ekki einmitt að breytast í svona verslanir og svona næstu 10 árum, sko. Já. Og svona það bil þegar krakkarnir fara að taka við þessu. Já. Þá verður þetta orðið eitthvað valuable. Já, það verður orðið eitthvað var í það. Já. Pabbi heitinn stofnaði nú fyrirtæki sitt aðeins og var í göttinni. Jú. Stáleðina. Já. Herri, já, þetta verður spennandi að fylgjast með þessu. Er eitthvað sem þið langar að segja svona lokum, annað en þú þetta fara að opna sýningahöll? Má ég koma með óskalag? Já. Er það sem þetta? Já. Má bjóður óskalag í lokin. Ertu hættur í útvarpinu? Nei. Jú. Eiginlega. Er það? Í bili bara. Og hvernig finnst þér að vera? Ég finnst það bara algjörlega frábært. Er það? Já. Þetta er svolítið mikið mál að vera svona mótnana svona lengi. Það er bara að vera fastur. Já. Það er eiginlega að því að ég var líka í annari vinnu með, eða öðrum vinnum stundum, að þá var þetta, þú veist, að þurfa að mæta á hverjum einasta mótni, mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, klukkan korter yfir 6. Já. Það er svona kannski það mesta svona. Já, fannst þér það líka? Já, það er náttúrulega þetta, þú ert pinned down algjörlega, sko. Já. Þannig að það er ekki nema að þú gerir bara einhverja raunverulegar ráðstafanir til þess að vera meira á ferðinni, en þessi tími býður eiginlega ekki mikið upp á það að þú sért eitthvað flakki, sko. Nei, þetta er bara þú ert í þessu og engu öðru. Já. Og svo áttu 1 frídag í viku og það er laugardagurinn. Já. Þú ert samt með hann í huga ef þú skildir hitt eitthvað sem gæti verið sniðugurinn í það. Sunnudagurinn er nefnilega vinnudagur. Algjörlega. Já. Þetta er bara svona daginn, ég var í 2 vikur í Frakklandi í Kastala sem er verið að taka í gegn og verður í Gullibyggi núna í haust 2024. Okay. Og ég hefði aldrei getað það, ég þurfti að taka það á sumarfríinu, sko, ef ég ætla að vera þar í 2 vikur, sko. En getur ekki hugsað þér að fara í einhverja svona framkvæmdir eins og þetta með Kastalan, fara í einhverja svona að skapa eitthvað? Já. Ekki kannski að kaupa svona Kastala með 19 baðherbyggjum og 22 söndum. Kannski eitthvað milliveðurinn. Já. Þú meinar erlendis, í góða verðinu. Já. Að þú getur verið á stuttbuxum. Ég er svolítið að meina það, sko. Já. Ef að skoða það. Ég er bara býtið þér. Það er þú sem að tekur ekki ákvörðun, sko. Já, Já. En sko, þú veist, þú ert náttúrulega mjög vandvirkur í því sem þú ert að gera. Þú ert það sem að sko, þú hefur sem að margir aðrir hafa ekki, þú hefur gríðarlega yfirsýn yfir það hvað er hægt og hvað er ekki hægt. Þú ert bara að vera í alls konar innanhús smíði og fyrir ríka og fræga fólkið. Ok, já. Það er alltaf svolítið skemmtilegt að vinna fyrir þau. En þannig að þú veist kröfurnar sem að þú veist hvernig kröfurnar eiga að vera. Já. Og það er náttúrulega svolítið mikilvægt. Já. Og það er náttúrulega fullt að tækifærum í svona. En svo er það alltaf spurningin, sko, á eitthvað svona að vera alveg rosalega upp á 10, allt upp á millimetr eða brotumillimetr. Já, þú verður svolítið dæmdur af því að sko, að því að sko sagan fylgir þér, sko. Þannig að það er já, fylgir. Ég sá til dæmis, sko, það er mjög mikið í tísku núna að auglýsa luxus íbúðir. Já.
í bænum Út á landi Lúxus íbúðir kosta 400 milljónir og eitthvað svona. Ég hef skoðað hérna mikið af þessu lúxus íbúðum. Ég skoðaði lúxus íbúðir hérna nýr á Höfn og það við hliðin á Edition til dæmis. Ítalskar innréttingar þar var til dæmis hlaði kringum öll votrými og skápa hérna þyktin á hurðum og svona var 20 millimetrar. Ég hef skoðað lúxus íbúðir á flugvallarsvæðinu hérna í Reykjavík. Þar voru skápa hurðina 12 millimetra og það var gifs í votrýmum, klósettum og svona. Sko, lúxus og lúxus er ekki alveg sá sami, sko. Nei. Og það er nákvæmlega þetta sem þarf að hafa í huga þegar þú ert að byggja. Ég, til dæmis, ef að maður væri að framleiða eitthvað svona skemmtilegt, þá er miklu betra að vera með þá sögu að, herðu, já, Gulli, hann gerir hlutina svolítið vel. Hann er ekkert endilega sko, að spara við sig að gera hlutina hérna, já, ég vil kaupa af honum. Þannig að sko, þegar öllur á botni kolt, þá er betra að tilenga sér að gera allt upp á brot og millimetr, þá er það eðlilegt, frekar heldur en að hafa það sem svona eitthvað lúxuspakki. Já. Þannig að þá verður bara aðalmálið, ef þú segir þessi lúxus þá þarf það að vera lúxus. Já, einmitt. Það er ekki hægt að vera með það bara hérna, þú veist, í orðana hljóðan. Sagan af Janet Jackson á Vestmanni, ég hef sagt hana áður, kannski allt í lagi að láta hana flakka hér. Já. Hún var í fyrra sumar frekar en sumarið þar áður. Er hún húsasmiður eða? Nei, en hins vegar fór hún til Vestmannaeyja og var í viku í Vestmannaeyjum. Hún mætti þar á mótnana, svo var henni flogið upp á land á kvöldin. Og svo gist hún í einhverju luxushúsnæði á Suðurlandi og svo flög hún aftur til Vestmannaeyja morgunin. Og veistu hver ástæða var? Nei. Fólkið hennar sem fór á undanfararnir, þeir komust að því að það var ekki nógu hvergi í neinum af þessum hótelum í Vestmannaeyjum, rúmin voru ekki nógu góð. Það var ástæðan fyrir því að hún bókaði ekki í herbergi í Vestmannaeyjum. Nei. Það er nefnilega þessi litlu hlutir sem skipta, fínt að við erum komin inn í ferða hérna. Segðu. Já. Það eru þessi litlu hlutir sem að, sko, það er ekki nóg að fara bara og kaupa 25 rúm og henda þeim inn. Þau þarf að vera þannig að þau sé í lagi. Þau gliðni ekki sundur, skilur. Og brakar ekki í þeim. Braki ekki í þeim og það sé ekki bara einhverju ónýti kottar og þú veist, það snýst allt upplifun. Algjörlega. Og það er kannski hérna, stóra málið að upplifunin hún þarf að vera alla leið. Þessna eru við bara með þung húsgögn. Já, og upplifunin og sterk. Og þunga pítsaopna og allt í lagi. Og þeir snúast, og þeir tryggja betri og jafnari bökum. Ég hef prófað á þeir fínir, sko. Mjög góðir, sko. Herðu, já, þetta er spennandi, áhugavert. Já. Ef við ekki tala meira saman? Við getum alveg gert það. Hvað er klukkan? Við erum bara, hún er 12 mínútur í 12, sko. Nó, ok, það er komað matur. Það fer alveg að koma matur, sko. Já. En hérna, nennur ekki að vinna úti þegar það vontuður? Nei, ekki að ræða það. Einmitt. Þá vil ég vera bara inni, sko. Já. Það er alveg glatað að vera í leiðilegu veðri. Ég var náttúrulega, sko, handlangari, þú veist, þegar ég var í úlingur hjá afa. Þá var maður náttúrulega bara settur með sköfuna út í hvaða skýta veður sem var, sko. Já, skafa mótatempur. Já, ég hata það. Herðu, það er eitt að lokum sem er langa til að ræða og það er pínlítill, sko, kjarkur sem að, og ég veit að þú varst í mörg ára að hugsa þessa aðgerð. Þú ert með sumarbústað með sér völdum panel. Það er ekki einasti kvistur í öllu sumarhúsinu. Nei. Já. Lakkaður panel, já. Síðan tókstu þá ákvörðun að mála yfir hann. Það tók mig 6-7 ára að ákveða það. Þessi panelin hjá okkur var bara unnin sérstaklega fyrir okkar hús. Og eftir stærðum og allt saman og síðan var að lakkaður. Síðan bara, þú veist, koma tískubylgjur og ég menna það gallinn við þetta er það að hann gulnar. Þú veist, viðurinn gulnar og hann súrnar þó svo að það sett sólavörn í lakki, það skiptir ekki máli og þá bara verður þetta ekki tísku lengur
og það var bara tekin ákvörðun það að mála hann og það var hins vegar ekki auðveld ákvörðun. Nei, af því hún óafturkræf. Af því svo kemur ykkur vitleysingur eftir 25 ár og segir, hvernig datt ykkur í hug að mála yfir hennan panel? Já, einmitt. Skilur þau? Já. Það verður einn daginn, sko, Já. kemur það þannig. Þá er maður sjálfsagt dauður, sko, eða eitthvað staðar klikkaðurinn á einhverju stofnun, en þannig að maður þarf ekki að hafa ágjör á því, sko. Nei. En við allavega tókum ákvörðun það að mála hann. En við eigum helmingin eftir. Þannig að það er svona næsta máldag, sko. Rúlaður hann eða penslaður hann? Ég pússaði, grunnaði og síðan penslaði ég kverkarnar eða á milli í fúuna og svo rúlaði ég restina. Ok, komið þetta ágætlega út? Þetta kemur mjög fínt út. Mástu hvað efnið þú notaðir? Ég notaði leitimálingu held ég. Ok, og hún flýtur vel út? Já. Arnar Gauti hjálpaði mér að velja litinn og svona og þetta var bara mjög flott. Sá snillíkur? Já, hann er... Hvað litu aldrei? Í sumarbústaðin, ég veit ekki, en við erum með Hipster Brown í Sýningarhöllinni sem opnar fyrir páska árið 2024. Ok. Já. En ég meina, bústaðurinn í dökkunlit eða er þetta grátt? Hann er grátt. Hann er svartur auðan og grára einan. Já, alveg rétt. Við breyttum litnum úti líka. Þú tókst þá ákvörðun að mála svartan utan? Þakið, gluggana, alltaf bara allt svart. Ok. Af því ég hafði stundu sagt að ég aldrei að mála timbur svart úti. Sólin mun éta það, sko. Já. Það er hún skín svo ekkert. Hún skín ekkert maður, það rignir hérna hvað sem allt sumar, það skiptir ekki máli. Þetta gerist ekkert, sko. 1, 2, 3. Jón Axel, virkilega gaman að fá þig hingað. Það eru þakkaði fyrir ykkur líka, gaman að vera með þér. Þú ætlum að fara og fá okkur eitthvað að borða. Gerum það.